Komdu sæl og blessuð kæra Vog. Nú ég að draga talnaspil fyrir merkin. Ég tek fram, ég ekki talnaspekingur, en þetta eru ný spil sem ég aðeins að reyna að læra inn á og ég með góða leiðbeiningar með þeim, þannig að ég ætla að reyna að sjá hvaða skilaboð eru hérna í þessu spili sem ég dró fyrir þig í dag. Ok, kæra Vog. Þetta spil er númer 30 sem að, ef mér skjátlast ekki, er líka talan 3 og það heitir Erkiengill Gabriel. Það er að segja, þetta er ákveðið spil með mikla tengingu við þennan ákveðna engil. Erkiengillinn Gabriel er þekktur fyrir að vera skilaboðaengill Guðs. Þið sjáið hann á myndum með lúður og þar sem hann er stundum að vekja hina dauðu til lífsins aftur. Þessi engil getur hjálpað þér með því að veita þér góð ráð og leiðbeiningar til að skipuleggja líf þitt og hann hefur sterkar tengingar við menntun og svona lífsviðurværi þar sem hún velur að taka þig fyrir hendur í lífinu. Þannig að ef að þú ert að glíma með einhverja erfiðleika á því sviði, þá samkvæmt þessu spili er gott að kalla á hann og biðja hann um aðstoð. Hann getur líka hjálpað þér að finna tilgang þinn í lífinu og það að fylla lífið þitt af, að gefa þér fyllingu í líf þitt, skulum við segja. Að þið vantar einhvers konar leiðbeiningar á því sviði. Ef það eru erfiðleikar í kringu þig, erfið samskipti, rifrildi, deilur, þá getur hann hjálpað til við að leysa úr þeim. Og líka ef þú átt í erfiðleikum með að tjá þig, ef það er eitthvað sem þið langar að segja, en þú veist ekki hvernig þú átt að koma orðum að því, þá er hann engillinn til að kalla á. Litirnir hans Gabriels eru hvítir, gylltir og sítruslitir. Og það er steinn sem heitir sítrín sem hefur líka verið tengdur við þennan engil. Þannig að þessi litir eru góðir á þessum tíma núna fyrir þig. Þú getur haft þá í kringu þig, fengið þér sítrín, stein, klæðst gulum fötum, gylltum fötum eða haft gylt á gula liti í, til dæmis slæðu eða hálsbindi eða einhverju slíku. Og síðan er hérna mynd af páfagauki, þeir eru 2 hérna. Ég gef mér þess til að það sé vegna þess að páfagaukar margir hverjir geta talað og þar að leiðandi flutt skilaboð. Eða réttara sagt þeir geta hermt eftir mannlegu máli, tungumáli eða okkar tali og geta þannig tjáð sig á þann hátt. Mjög sérstakt, en kannski líka það að þessi fuglar eru bara vel fleygir og að því að þetta spil er nú englaspil, þá getur verið að þar sé líka tenging. Leiðbeiningarnar segja mér í raun og veru ekkert meira.
Mér datt í hug sem smá útúrdúr og sýna ykkur hérna tarotspil þar sem að þessi engill kemur fyrir og spilið heitir Dómur, hefur líka verið kallað upprisa því að hér er sem sagt Gabriel að reisa fólk upp af værun svefni eða upp af dauða og hvetja fólk til að fylgja köllun sinni og það að taka ákveðið skref, ákveðið þroskaskref upp á við. Það getur verið að það tengi stöðunni þinni í dag og þess vegna sért þú að draga hérna Gabriel. Ok, þetta var meira svona bara auka til gamans. Ég vona að gangi bara vel með það sem þú ert að gera núna og læt þetta nægja í bili, ljós og kærleikur.